Árni leikur á móti Leikni á morgun. Hvernig hljómar það að vera að fara að spila á móti Leikni? Það hljómar bara svona frekar skrítið eiginlega sko. Bara vanur að spila með þeim, spila á móti þeim, það verður eitthvað. Hvernig heldur það verði bara að spila á móti þeim? Sko, ég held ég verið stressaður með hnút í maganum þegar við löpum inn á svona. Svo er þetta bara fótbolti sko. Bara, það verður gaman að kljást við sérstaklega nokkra þarna og Daði mun láta mig heyra það og það verður bara gaman sko. Þú veit að mæta Leikni liðinu sem að þú ert bara uppalinn hjá félaginu. Af hverju ákvaðast að söðla í vetur og fara annað? Ég var í raun, mér langaði bara í breytingar sko. Þú veist bara Leiknir frábær klúbbur og verið þar allt mitt líf, bara geggjað. Og þú veist ég á þeim alltaf þakka í fótbolta. Mér langaði bara í breytingar og endaði hér sko. Hvernig endaði þér á Akureyri? Það var ekki fyrstu kostur, ég get sagt þér það. En það er frábær kostur eftir á hyggja. Því að mér líður bara fárlega vel hérna. En það var bara þannig að mér gekk illa að finna lið. Ég fór líka dálítið seint í það. Og ég bankaði bara uppi á Sigga og fekk að koma hérna eitthvað og svo bara endaði hér. Þú veit að þekkir Sigga frá því að hann var þjálfari Leiknis. Var ekkert mála að fá hann til þess að, þú veist, að fá hann í, þú veist, að ná sannfæra hann að fá þig? Nei, það var rauninni, fekk einn leik á móti KFA sem gekk bara fínt, þannig að það var rauninni bara það. En þú segir, þetta er bara mjög góð kostur svona allavega eftir á. Hvernig líður þér hérna á Akureyri? Mér líður bara fárlega vel. Við búum tveir saman hérna í einhverju villu hérna rétt fyrir ofan og með nóga herbyggjum og drasli sko. Þannig að svo er ég bara að vinna einhvers staðar að mála í bænum og fyrir frábæra menn. Þannig að bara geggjað sko. Saknar ekkert lífsins í Reykjavík? Nei, þú veist, það er allt hérna. Eina sem ég sakna er bara fjölskyldan og vinir sko. Það er svona aðalega að vera ekki í kringum fólki sem er svona vanalega mest í kringum. Einmitt. Hérna, þetta er auðvitað fallbaráttuslagur eins og staðan er í deildinni núna, neðsta og næstneðsta lið. Hvernig svona meturðu stöðuna? Ég get bara að tala fyrir okkur. Við erum búin að spila fína leiki. Byrjunin var bara fín, hvað erum komið 4 stig eftir 2 leiki móti fínum andstæðingum og svo eftir það er þetta búið að vera broddurinn aðeins farin úr sóknarleiknum og svo einstaklingsmistök. Þú veist, það gerist, við þurfum bara að hætta að gera þau og fara að skora mörk og þá er okkar allir vegið færir held ég sko. Það er að gefa kannski smá skakkamynd að vera með leik inni, er það óþægilegt? Hvað segirðu, að vera með? Að leik inni, Þór semst á eftir að spila leik á hinn liðin. Já. Skiptir mig engum máli sko, það er bara næsta leikur, ég hef ekki pælt í það þannig. Hvernig finnst þér bara að spila í þessu leikkerfi hjá Sigga? Ég spilaði það helling, sérstaklega undirbúningstímabilinu fyrir bestdeildina 2022 hjá Leikni. Þannig að mér finnst það bara mjög fínt sko, ég hef ekki við neina að kvarta, þú veist, bara geggjað. Það er alltaf að spila oft allavega með Birki inn á miðjunni, það er geðið leikmaður. Hann er með ágætt skeiði, hann hefur sýnt það, þannig að það er bara geggjað. Svo er Mark náttúrulega líka, trillt og Aron Ingi, þetta er bara sturla. Akkurat. Hefur eitthvað komið þér á óvart hérna á Akureyri sem frá því þú komst? Fyrst í vetur þá aðeins staðan bara svona, þá sá ég svona ok, þetta er stærri klúbbur en Leiknir. Svo er það bara eiginlega grasið sko, þú veist, að vera með 1 völl fyrir 2 lið, ég veit ekki alveg með það er ekki alveg nógu gott en þá veist að koma að gera eitthvað síðan næsta árum, þannig að það verður upp strax betra. Ertu að fylgjast vel með Leikni á þessu tímabili? Já, ég er svo sem ekki búinn að horfa á alla leikina, þeir eru oft að spila á sama tíma og ég en ef þeir spila ekki á sama tíma þá reyni ég að horfa og svo kík ég alltaf á mörkin. Skrítið að sjá á neðst í deildinni? Skrítið, já, bara leiðilegt skilurðu. Ekkert skrítið, maður hefur nú alveg verið þarna neðst áður skilurðu, en við rýfum okkur alltaf upp. Talar að Daði muni jafnvel, að þú muni kannski láta hann heyra hann og öfugt, gaman að mæta honum? Já, það verður mjög gaman, það áttur að vera eitthvað, hann er góður að tuða, þannig að það verður eitthvað gaman. Takk fyrir Árni og gangið vel á morgun. Takk fyrir.